blessaður tap hérna fyrir Serbíu í dag. Hvernig svona tilfinningin núna? Tilfinningin bara ömurleg sko. Við ætluðum okkur að vinna leik sem gekk ekki upp. Við erum að setja hluti fyrir leikinn og framkvæmda á bara svona hálflega, ekki að krafti eins og við vildum okkur. Hvað hluti körfuboltans svona munurinn á ykkur Serbunum í dag? Helst munurinn sem ég sá var að þeir settu skotin í byrjun. Þeir byrjuðu eitthvað 8 af 11 í þristum, þannig að við vorum 4 af 13. Það var bara, svo var bara vörnin slök. Þeir voru bara sterkari en við. Svolítið erfitt kannski fyrir ykkur að elta á móti svona sterku liði, sammála því? Jú, það er mjög erfitt sko. Þeir eru náttúrulega þekktir fyrir að mjög, þessi þjóð er mjög þekkt fyrir körfubolta sinn og ef við spilum ekki 100% allan tíman þá bara hefur ekki séns hjá. Þú kemur inn í dag og hefur kannski ekki fengið mjög margar mínútur hingað til, kemur inn að krafti. Er erfitt að sitja á bekknum og bíða eftir að koma inn? Það er stundum leiðast á bekknum en það er ótrúlega gaman að fylgjast með þessum strákum. En það var gaman að fá að spila í dag og að gefa ykkur kraft í þetta. Þetta er risastórt svið. Finnur þú fyrir svona athygli og svona að spila á móti sterkum gæjum? Á meðan maður er inn á vellinum þá er maður ekkert að hugsa út í það sko. Þá er maður bara að reyna að hugsa út í að gera sitt besta og bara taka á þessum gaurum. Þýskaland á morgun, ætlið þið að reyna að koma ykkur aftur í gang eftir vonbrigði dagsins í dag? Við ætlum að fara með sigur heim, brosandi. Það er markmiðið.